Já, þetta búið að vera svona í allt sumar í öllum leikjunum nema leiknum sem við unnum, þannig að kannski fyrir norðan, þannig að þetta bara orðið bara ömurlegt. Tölfræðin bakkar þetta einmitt upp. Hvað það sem vantar? Ég veit það ekki. Ef við vissum það, þá værum við alltaf búin að laga það. Við erum að komast í rosa margar góða stöður. Ég er búin að segja þetta sama í einhvern 7 leikjum. Þetta bara, ég veit ekki hvað þetta er. Þetta er partur af óöfni, partur af gæðaleysi, partur af röngum ákvörðunum hjá okkur. Þannig að þetta er bara bland í bóka. Komist 1-0 yfir í dag. Hvar finnst þér þetta fjarundan? Við skorum alltaf mark sem boltinn virðist allavega á vídeo ekki verið að fara út af og leikmenn sem voru hitt upp aðna hliðin á sögðan var aldrei farin út af og þá hefði við komist í 2-1 og geta kannski lagst neðar og loka leiknum eins og þeir gera þeir komast yfir. Stuttu seinna skora þeir, þannig að það er alltaf krúsileg atriði en við erum bara, getum alveg sjálfum okkur kennt sko, við erum ekki verið að kenna dómaranum þetta og þannig að því fór sem fór. Manni fleiri síðan undir lokleiks, svekkjandi að ná ekki nýta þann mun? Já, algjörlega, bara lágum á það minni teig og fáum nokkuð færi sem þeir henda sér fyrir og Óli vel í markinu en bara það er eins og séu okkur álög á okkur að boltinn vil ekki fara inn. Þannig að bara halda áfram, það þýðir ekkert annað. Hver eru svona næstu skref? Mér minnir að þessu 7 leikir án sigurs núna en tölfræðin segist spilamennskuna vera góða. Hvað finnst þér ætti að gera? Taktíska breytingar eða? Við gerðum taktíska breytingar í dag, spilum töluvert öðruvísi heldur en við höfum gert í undanfarnum leikjum. Útkoman er svo sama, þannig að við erum yfir í öllum þáttum og erum að dóminera leikinn og þannig að nei, við þurfum bara að treysta því projekti sem við erum með hérna og það væri eitthvað galið að fara að breyta öllu þegar að öll tölfræði og allt sýni það að við séum að koma eftir réttu svæðin og búa til færi og allt það, við þurfum bara að koma boltanum yfir línuna. Takk hérlega.